svo heimur fái sér, hann lifir í Halleluja. Drottinn, við lofum og veksum við þarna. Við lofum þig fyrir trúfesti þína, fyrir miskunn þína, fyrir náðina sem ný á hverjum degi, Drottinn minn. Fyrir þína útréttu hendi til þess að leiða, til þess að venda, til þess að hjálpa og Drottinn til þess að blessa. Og við bjóðum þig velkomin inn í öll okkar kjör og allar okkar kringumstæði, Drottinn. Halleluja. Við lyftum upp þínu nafni til að lofa þig, til að vegsama þig. Halleluja, halleluja. Þín er dýrðin, þinn er heiðurinn, þín er öll vegsem öll ár, frá eilíf til eilíf, Drottinn minn. Og við viljum lofa, við viljum taka þátt í lofgjörðin sem að gengur út í dag, út allan heim, þar sem að öll þín kirkja kemur saman, Drottinn, til þess að lofa þig og vegsama þig. Þar sem að lofsöngur er sungin á himnum, heilagur, heilagur. Drottinn, við lofum
og við lyftum upp þínu nafni. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Yndislegt. Velkomin á samkomu Fíladelfíu í dag. Fáum að njóta margs. Það var skýrt síðastliðinn sunnudag og skýrt aftur. Og nýtt tema fyrir þennan mánuð. Og svona til að allir finni sér nú heima, þá væri gott ef við myndum bjóða 2, 3, 4 velkomna með blessunarorðum. Drottinn blessi þig og innilega velkomin á samkomu í dag. Og eitt góðan sálm, ef beygir þúin á braut Guðs í dag, ljær blóðið þér kraft. Það er sigurkraft að fá. Og ég er alveg viss að það er margir inni sem að vilja upplifa það, bæði í sínu daglega lífi og kannski inn í einhverjar kringumstæður sem þú ert að takast á við í dag. Og svo við syngjum sigursönginn. Amen. Og allir með. Amen. Trúum við því. Helgi, gjörðu svo vel. Tími Háku Sæti, gjörðu svo vel með hann. Helgi okkur ætlar að segja okkur frá því sem framöndan er. Amen. Það byrjaði að lesa fyrir ykkur vers úr Filippibréfinu. Gaman að sjá okkur og mikið lítið vel út í dag. Ég var nefnilega að vonast eftir þessu. Takk sömuleiðis. Þetta er sem að postar svona fullkomni selfie af sjálfum sér og bara, ég er að fitna. Og þetta er bara, þetta er svo æðislegur. Það er svona að fiska hérna. En ég segi þetta samt pínlítið í trú, af því að ég er búinn að týna glerunum mínum og ég sé að þið eru þarna, en ég veit ekkert hver þið eruð. Þannig að tala líf. Nei, mikið lítið vel út í dag. Ég veit að þið gera það. Ég ætla að lesa í Filippibréfinu, 1. kafla, vers 3. Vers 6 fyrirgefiði.
Ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrjaði í ykkur góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krists. Er það ekki gott? Guð alltaf að vinna í okkur. Hann alltaf að móta okkur og færa okkur nær sér og færa okkur á betri stað. Og það svo gott allt til dags Jesú Krists. Bara svo lengi sem við lifum, þá erum við að batna. Er það ekki gott að vita það? Og þess vegna erum við hér í dag. Eitt af því sem við sækjumst eftir hér, það að færast nær Guði og hann vinni ennþá meira í okkur. Ég ætla að segja það sem framundan og líka það sem í fortíðinni og í núinu. Það kom ný heimasíða í loftið síðasta sundag. Það var yndislegt. Ég fagnaði því mjög. En eitt sem gerðist í kjölfarið var að tölvupósturinn fór í snembúið sumarfrí eða síðbúið, eftir hvernig á það litið. Þannig að ef þið eru búin að senda tölvupóst á philadelphia.is netföng og ekki fengi svör, þá er það ekki að því að við erum bara ekki að gera neitt. Það bara búið einhver bílun í gangi. Það lagast, það eitthvað byrjað að lagast en svona erum kannski einhverja daga vind og ofan af því. Ef þið eru með bæklingarna sem fenguð, er þið ekki bara eins og svona biblíusögur í gamla daga? Er þetta ekki hressandi? Mynd af Samson. Að það er ein villa sem uppgötaðist eftir að fara í prentun. Sálmakvöldið sem er hérna í lok þessa mánaðar, klukkan 8, fær þá betri kynningu fyrir vikið. Þegar við núna þurfum að segja eitthvað einasta sundag, það er 24. október, ekki 25. Það er á laugardagskvöldi, ekki sunnudagskvöldi. Og það stendur sálmakvöld Samhjálpar, þau hafa verið kennd við Samhjálpar þegar þau voru haldin alltaf í húsnæði Samhjálpar, lengi vel. En hérna þau eru hér og þetta er auðvitað bara sálmakvöld sem allir eru hjartanlega velkomnir að koma á og vera með. Þið sem voru hérna síðasta sunnudag, ég er svolítið í fortíðinni, fyrirgefið mig það. Já. Ég ætla að sleppa öllum bröndrunum við það að díla við fortíðina og svona. Þið sáu kannski að hafa skýrt síðasta sunnudag og það voru mjög litlir skýrnarsloppar, þið sem hafa verið hérna lengi. Einhverjir tóku ekkert eftir því. Tóku eftir því. Að þetta er búið að vera lengi í gerjun og bara þjóðfélagið breytist og normið breytist og við ákváðum að gera svona bóli sem eru þannig að bæði það að þetta er hentugt og fallegt og framan á höldum við hefðina ég vil fylgja frelsaranum Jesú. Það er skýrnalagið sem við syngjum alltaf. Alltaf þegar einhvern tekur skýrt og syngjum við ég vil fylgja frelsaranum Jesú. Svo var einhvern veginn Íslendingar staddir í Jerúsalem og það verið að skýra í ánni Jórdan og hvað heyrist? Ég vil fylgja frelsaranum Jesú. Þau sáu engla, nei þau sáu Færeyinga. Syngja þetta lag. Þannig að þetta er eitthvað himneskt. Og hérna aftan á er fallegur kross sem er búinn til úr biblíuvessum, skýrnarformúlunni, trúarjátningunni. Þetta er bara eina sem þú þarft að vita til að fylgja Jesú Kristi er í þessum krossi. Nei, segja kannski alveg. Þetta er mjög fallegur kross. Það er svona pæling á bak við þetta og þeir sem taka skýrt, þeir fá að eiga bólinn til minningar þennan dag. Við erum að vinna í því að fá dökkan ból sem verður hvítur þegar hann er dýft í vatn. Það er svona work in progress. Við sjáum til þegar við búum með hennar lager. Það færði svona svartan og ógeðslegan ból sem er alveg bara himneskur og koma engla vængir á hann. Kannski ekki alveg, en Þannig að þetta er svona skemmtileg nýjung sem ég bara fattaði ekki að kynna síðast og þetta búið þá hugsaði ég, já, þetta var nýtt og við sögðum ekki neitt. En þið sjáu þessa skýrnabólinn aftur hérna á eftir. Og bara rétt að minna það sem er í bækningnum, það er mikið að vera laugardaginn 24. október. Sálmakvöld kvöldið, kvennamót daginn, Kim Bóhon kemur og er með námskeið að lifa öðruvísi lífi eða óvenjulegu lífi, að fylgja Jesú og það er sett á laugardeginum frá 10 til 5. Sama dag, eiginlega föstudaginn og laugardaginn, að þá er að koma þetta er svolítið maður sem kannski hafa ekki allir heyrt en hann er mikið hlustað á hann og bækurnar sem mikið lesnar, þetta er Neil Cole og hann hefur skrifað kirkjuvöxt og hvernig kirkjur geta verið heilbrigðar og það er námskeið með honum í Vítanínskirkju, föstudaginn og laugardaginn, þannig að þeir sem ekki fara á kvennamót, þeir geta komið þangað. Og því að ég náttúrulega má ekki fara á kvennamót, ég er alltaf svona pínu sár yfir þessu stelpur. Að ég fæ ekki að koma á kvennamót, en það er sett sama laugardaginn. Þannig að, og svo sá ég vörð fyrir samkomu og þegar ég sá hann, það myndi ég einmitt, ég ætla að auglýsa kótildukvöldið og þá bara hló hann að mér og sagði, það er uppselt. Þannig að það vitið það. Náðartíminn er liðinn, krakkar. Ef þið ætlið á kótildukvöld, þið verður bara að fara á næsta ári. Þannig að það má alveg klappa fyrir því, frábært, það seldist upp. Og en þeir sem ætlaðu að koma á samkomi á fimmtudaginn, samhjálparsamkomi, hún er ekki út af kótildukvöldinu, svo það reykist ekki á.
Og þannig að ég ætla ekki allt annað á að vera hérna í bæklingnum fyrir utan bara svona business as usual, þetta sem hérna í miðri viku. Já, ég ekki að gleyma neinu held ég. Og svo þetta eftir samkomu, þá samfélag hérna niðri, kaffi, Pálínuboð og við höfum það þannig að það eru samfélagshópar sem að svona leggja á borðið og ganga frá, en allir sem geta, endilega þeir koma og leggja eitthvað á borðið og ef þú ert ekki mikið í bakstrinum þá komin svona krukka eða svona, þetta fallegur blómavasi sem að ef þú vilt bara leggja til pening og við getum keypt eitthvað að leggja á borðið þá getur þú gert það. Það kostar ekkert að fá kaffi og ef þú ert í fyrsta skipti, komst ekki með neitt og eitthvað, það kostar ekki, þú ert hjartanlega velkomin, endilega komdu í kaffi með okkur og þetta auðvitað ekki kannski matur, þetta bara, vitið, þetta svona ágætis æfingi í því að vera samfélag, við erum bara, þetta svona, þeir sem svona kveikið, þetta svona lúmskar ábendingar, við erum rosalega fljót að fá okkur diskana og fáum okkur hóflega svo allir fái, heyri amen. Já. Svona prófsteitin á hversu hóflega fólk fæ sér hvort það eitthvað eftir þegar ég kem niður. Svo spyr ég, hverjir voru fremstir? Nei, djók. En þannig að þú ert nýr hérna í dag, ekki vera smeykur við að fara niður í kaffið og endilega, ef þú ert gestur hérna í dag, þá viljum við bjóða þig sérstaklega velkomin og gefa þér smávægilega gjöf. Þegar þú ferð hérna niður eftir samkomuna, þá rauður veggur og á skjá og það eru svona postkort sem okkur þetta mjög vænt að geta fyllt út, bara hvað þú heitir, hvort þú komið fyrsta skipti og hvort þú viljið meiri upplýsingar og þú færð svona, ég vil ekki vera að selja fólki þetta sem einhver bara brjáluð gjöf, bara einbýlishús á Kanarí eða eitthvað. Þetta bara falleg lítil gjöf sem okkur langar til að gefa þér. Þú ert ekki að skrá þig í kirkjuna og við erum ekki að fara að taka peninga frá þér eða eitthvað, það er fólk óttast alltaf. Og hvað ætlaði að gera við þessar upplýsingar? Ekkert svoleiðis. Við sendum þetta ekki til NSA og það er bara Facebook. Endilega komdu niður og fyllt út svona spjald og svo höfum við samband við þig. Amen. Nú komið þið að biðja fyrir bænarefnunum og ef þú hafið bænarefn á hjörtum ykkur með endilega rétta þau upp, gefa þetta kynna með þeir rétt upp hönd, segi ég, og svo væri gott að sjá líka þakkarefnin. Já, ég sé að það eru margar hendur að fara hérna upp í salin. Þegar Guð heyrir og svarar bænum og mér langar kannski að biðja sérstaklega fyrir því sem bara gerist í heiminum í dag og við heyrum svo mikið ofsóknir, sérstaklega gegn kristnum, bæði í Mið-Austurlöndum og svo var þessi hræðilega skotárás í Bandaríkjunum. Það kannski kemur ekki alltaf fram í fréttum hér en ég hef lesið það að hann skaut ekki fólk að handahófi, hann spurði hverjir eru kristnir og þeir sem játuðu Jesú Krist að þeir voru skotnir og það er bara svo hræðilegt og síðast ef var stór skotárás þá var það líka í kirkju, það var á bænastund, það er svona vaxandi bara hatur sem við upplifum gegn kristnu fólki. Þannig að biðjum fyrir þeim sem er að syrgja, biðjum fyrir þeim sem að hafa mist og biðjum líka fyrir þessu fólki sem að gera svona hluti, að þetta bara, það verði viðsnúningur þarna á. Amen. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman hér í dag í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir eitt orð sem segir að þegar við komum saman í Jesú nafni þá ert þú mitt á meðal og þú ert hér í dag, Drottinn, til að mæta okkur, til að leysa, til að frelsa, til að byggja upp, til að blessa, Drottinn, og til að draga okkur nær þér. Og heilagi Faðir, við göngum í dag út á orðið þitt sem segir nálægið ykkur Guði og þá mun hann nálgast ykkur. Drottinn, við þráum að mæta þér í dag. Við þráum að heyra röddu þína, við þráum að finna nærveru þína og við þráum, Drottinn, að þú starfir í okkur, að þinn vilji megi verða og þitt ríki megi koma í okkar lífum, Drottinn minn. Og svo lyftum við upp líka þörfum okkar, við lyftum upp því sem að íþyngir hug okkar, Drottinn, og þú þekkir hvert einasta bænarefni á bak við uppréttar hendur, Drottinn minn. Og ég bið heilagi Faðir að þú heyrir bænir okkar, Drottinn. Ég bið, Drottinn, að þú léttir áhyggjum af þung okkar. Ég bið, Drottinn, að þú takir frá okkur allan kvíða, Drottinn, og þú hjálpar okkur að fela okkar mál í þínar hendur og treysta því og vita að þú munt vel fyrir sjá. Og ég þakka þér fyrir bænasvörin, Drottinn minn, þakka þér fyrir allar góðu fréttirnar sem við heyrum þá sem er að ná bata af veikindum sínum, Drottinn, þá sem er að fá gegnumbroti í sín praktísku mál, Drottinn. Þakka þér fyrir það, að þú heyrir bænir, að þú ert trúfastur Guð og fyrir náð þína þá erum við hér enn í dag, Drottinn minn. Og svo viljum við lyfta upp til þín sérstaklega þeim sem hafa mist núna nýlega, Drottinn. Ég vil biðja þig fyrir þeim sem syrgja ástvini sína sem létust í þessum voðaverkum í Bandaríkjunum, Drottinn minn. Faðir, bara nærverði megi vera til staðar. Þú megir hugga, þú megir blessa og byggja upp, Drottinn minn. Svo biðja þig fyrir
bara þeim sem eru á þeim stað, Drottinn, að geta framið svona voðaverk. Heilagi Faðir, ég bara bið að þú snertir við þessum einstaklingum, Drottinn minn. Ef það eru einhverjir sem að þetta hefur ýtt við og eru núna íhuga að gera eitthvað svipað, Drottinn, að þú sendir engil þinn, Drottinn, að þú grípir inn í og þú afstýrir því. Og eins bið ég fyrir öllum ofsóknum í Mið-Austurlöndum og út allan heim, Drottinn minn. Bara Faðir, viltu snúa þessu við, viltu miskunna þínu fólki, Drottinn, og viltu koma með breytingu í Jesú nafni. Og biðum að blessir landið okkar, blessaðu þá sem fara með völdin, blessaðu auðlindir landsins okkar, Drottinn, og geð okkur náð að velja þig og fylgja þér í öllum málum. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Það gott að biðja. Og nú komið að því að við höldum áfram lofgjörð á annan hátt. Við auðvitað syngjum áfram, við lofum Guð þannig. En við trúum því að þessi mikilvægt að heiðra Guð með öllu okkar lífi. Og við sem kirkja, við fungerum þannig eða við störfum þannig að við erum rekin áfram af okkur sjálfum. Kirkjan fjármagnar sjálfa sig. Þannig að nú ætlum við að taka fórn, við tökum samskot og þeir sem eru ekki vanir að koma í kirkju og þeim finnst þetta stundum svolítið skrítið og það er allir svo hrættir við að sé vera að féfletta sig og maður sér það í bíómyndum, það snýst allt einhver maður sem er með Rolex úr og flottan bíl. Ég á ekki úr ef þið viljið skoða það, nei. Og það er ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að tala peninga, að því við erum alltaf svo hrætt að sé einhver reyna að taka þá frá okkur. Og þess vegna er svo mikilvægt líka að við hleypum Guði þarna inn, að því að peningar eru okkar leið til að stjórna heiminum, til að stjórna umhverfinu, stjórna öryggi okkar, en að læra að öryggi okkar sé í Guði. Það er rosalegt frelsi. Og þess vegna ástundum við þetta, við gefum Guði, við gefum tilbaka, því að allt sem við eigum hvað sem blessun Guðs. Þannig að ef þú ert hér í dag og þú ert gestur, það er ekki skylda að gefa, það er engin pressa á þig að gefa. Ef þið langar það, þá er það algjörlega frjálst. Og ef þú ert hér í dag og þú getur ekki gefið en þið langar til þess, megi bara Guð blessa þig, þannig að þú getur það. Þetta er ekki skylda, en þetta er eitthvað sem við stundum sem lærisveinar Jesú Krists og svona starfar kirkjan. Amen. Niður við krossinn ég braut og fann, Krist sem að dó fyrir sekan mann, skuld mína borgaðast blóð þar vann. Blessað sé hans nafn, blessað sé hans nafn.
er komið að því að hér skírn. Hún að lesa í fyrra Pétursbréfi, 3. kafla, og það talað og hann vitnar í söguna Nóa flóðið og hann segir: Guð sýndi biðlund og beið meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það 8 sálir í vatni. Þetta fyrirmyndan skírnarinnar, sem nú frelsar ykkur. Hún ekki hreinsun óhreininda á líkamannum, heldur bæn til Guðs góða samvisku fyrir upprisu Jesú Krists, sem steig upp til himna, situr Guði á hægri hönd og englar, völd og kraftar undir hann lagðir. Og táknmál skírnar þetta við samsömmum okkur dauða og upprisu Jesú Krists, alveg eins og Jesús dó og var grafinn, að þá gröfum við það að lifa lífinu okkar eigin forsendum í vötnum skírnarinnar og svo rísum við upp til að lifa nýju lífi í hans krafti. Og þetta ekki mjög gamlir menn sem ætla að taka skírn hér í dag og maður þarf ekki að eiga skrautlega fortíð að baki til að velja að fylgja Jesú. Það bara það að vita það betra að fylgja Jesú en lifa lífinu á eigin forsendum. Og við erum búin að hittast og tala og það var alveg gert próf hvort þið vissu hvað þið væri að gera og þegar ég var sannfærður þá auðvitað skýrum við. Og þið ætlið að fylgja Jesú, strákar? Já, amen. Og hvað heitið þið? Alexander og Kristoffer. Og þeir eru bræður og þeir ætla að fylgja saman ofan í skírnarlaugina og við bara stoltur af ykkur, strákar. Ánægð með ykkur. Amen. Samkvæmt skýruboði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýrið þig til Jesú Krists í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Halleluja. Samkvæmt skýruboði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýrið þig til Jesú Krists í nafni Föðurins, Sonarins og Heilags Anda. Þakkaði fyrir þessa drengi, Drottinn, sem hafa ákveðið að fylgja þér, Drottinn minn. Þakkaði fyrir þér að hafa tekið við þér og vilja bara fylgja þér allt sitt líf, Drottinn minn. Ég bið að varveita þá í trúnni á þig, Drottinn minn, blessa þá og vera með þeim á allan hátt. Fylla þá með þínu góða heilaga anda. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Við höldum áfram að lofa Drottinn áður en Helgi kemur upp og gefur okkur orðið. Þið megi standa, þið megi sitja, en þið verðið að taka þátt og vera með. Út af það gengur lofgjörð og tilbeiðsla til Drottins. Við
hugsa þig Guð, að þú frelsar og þú læknar og þig
frelsa sig þarna. Drottinn, við lofum þig fyrir lausnina, fyrir frelsi, Drottinn, fyrir lækningu, fyrir handleiðslu þína, Drottinn, fyrir hjálp þegar við þurfum á stuðningi og hjálp þín að halda, Drottinn minn, fyrir kærleika þinn, fyrir umhyggju þína, fyrir allt sem þú gefur. Halleluja. Við lofum og vexum og við lyftum með þínu nafni, Drottinn. Halleluja. Halleluja.
Faðir, við þökkum þér fyrir nærveru þíns heilaga anda hér í dag. Og við lofum þig og við tignum þig og við þökkum þér, Jesús, fyrir það sem þú ert að gera okkar á meðal. Og við biðjum þig, Drottinn minn, bara viltu halda áfram að starfa í lífum okkar. Heilagur andi Guðs, við bjóðum þig velkomin. Viltu koma á mót okkur? Viltu mæta okkur þar sem við erum? Viltu mæta okkur þar sem við höfum þörf, Drottinn? Og ég bið þig það, Faðir, í Jesú nafni, að enginn sem hingað kom inn í dag, ef það einhverjir fjötrar, eitthvað sem íþyngir okkur, að fólk gangi út óbreytt aftur, Drottinn. Ég bið þig, Faðir, í Jesú nafni, að allir, við öll sem hér erum, Drottinn, máttum fá snertingu frá þér, máttum finna kraftin þinn leysa og finna hvernig við göngum út, lífguð, lifandi, frjáls og glaðar en þegar við komum hingað inn. Þess biðjum við, Drottinn, í Jesú nafni. Amen og amen. 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 Maður á aldrei að fara að versla í matinn þegar maður er svangur. Hafið þið heyrt það? Aldrei fara út í búð, sérstaklega ekki ef þú ert nýbúinn að fá útborgað og kaupa í matinn. Það fer ekki vel. Er það bara ég sem hefur reynslu af því? Allt í einu kemur heim með 5 tegundir af snúðum, morgunkott, bara allt er skyndiorka, en svo glemdur þú kannski að kaupa klósettpappírinn sem þú ætlar að kaupa í búðinni. Komst bara heim með sykur og salgæti eða eitthvað svona, bara eitthvað sem langaði í akkúrat þá. Og það er málið. Ástæðan fyrir að við erum ekki að fara út í búð þegar við erum svöng og höfum meiri peninga en við þurfum að nota og erum ekki með neitt plan, vegna þess að þegar við förum í búðina, ef við erum ekki búin að ákveða hvað við ætlum að kaupa. Ef við vitum ekki hvað það er sem við ætlum að eyða miklu, að þá tökum við skyndiákvarðanir byggðar á tilfinningum augnabliksins. Og það er nú, ég veit ekki neitt sem hefur liðið hræðilegar afleiðingar fyrir það að hafa keypt eitthvað vitlaust út í búð, en maður kemur heim og maður pínu hugsa, hvað var ég að kaupa? Veit þið, hvað er þetta? Og svo er maður kannski margar vikur að borða eitthvað Lucky Charms eitthvað sem að maður fattar að það er litríkt og mér langar þetta í búðinni en mér finnst þetta ógeðslegt þegar ég borða þetta. Veit þið, það er eitthvað svona, maður tekur heimskulegar ákvarðanir. Og þetta tengist dómarabókinni. Bara ef þú væri að pæla í þessu, þetta er ekki bara hvað ég hérna fekk rafstuð og man ekki hvað ætla að segja og fór bara að tala um eitthvað. Þegar maður fer út í búð, krakkar, hafið tekið eftir því. Dómarabókin, hún fjallar svolítið þetta. Hún fjallar það hvað það er mikilvægt að ákveða áður en maður mætir kringumstæðunum hvernig maður ætlar að bregðast við. Ákveða áður þú ferð út í búð hvað þú ætlar að kaupa, þannig að það sé ekki bara eitthvað augnabliks tilfinning sem stjórni ákvörðunum okkar. Dómarabókin fjallar miklu stærri ákvarðanir og miklu mikilvægari ákvarðanir. En hún fjallar ákveðin prinsip. Við ætlum núna á 4 sunnudögum að fara í gegnum einhverja snúnustu bók Biblíunnar og gangi okkur vel, amen, við trúum á stóran Guð og náð ykkar. Og við ætlum að fara núna á 4 sunnudögum í gegnum þessa bók og fjalla grundvallar prinsipin í henni. Eitt prinsipið sem við sjáum í dómarabókinni, það er svolítið þetta, ef við viljum sjá Guðs ríki ná framgang, ef við viljum sjá Guð starfa í öllu þeim krafti og gera alltaf góða sem hann getur gert, að það svolítið kallar það á það að við séum líka 100%. Að við stígum inn í það sem Guð vill fyrir okkur. Bókin er í senn einhver mest uppörvandi bók Biblíunnar og einhver svona sorglegasta bókin sem dregur mest úr manni móðinn. Það eru fáar bækur í Biblíunni sem ég hef lesið þar sem ég þarf jafn oft bara aðeins að loka bókinni og bara bara af hverju var verið að varðveita þessa sögu. Það er sagt frá ýmsu sem gerðist og það er ekki sagt að Guð hafi verið á bakið. Það er bara verið að lýsa hlutum sem voru að eiga sér stað og stundum er þetta bara eins og að lesa næstu Íslendingasögur. Þetta er svona bara, það er ekkert verið að draga neitt undan, ekkert verið að fela neitt, þetta er bara mjög svona, hvað sem blátt áfram. En á sama tíma, bókin þar sem við lesum Samson, bókin þar sem við lesum Gídeon, bókin þar sem við sjáum Guð gera stórkostleg undur og svo er maður sem ég man ekki hvað heitir, en það er maður sem ég alltaf svona pínu fyrir hans hönd, verið pínu svona reiður, eða svona, að því að í öðrum kafla dómarabókarinnar þá fær hann 1 vers og það sagt já og svo kom þessi og hann sigraði 1000 manna her með nautrekstaf. Og fær hann 1 vers, 1 á móti 1000 með prik, 1 vers. Ég hef svona einhvern veginn,
lesið í bókina og þá sjáu þetta. Maður kemur ykkur löng saga og svo kemur ykkur 1 gaur, hann verður 1 vers. Mjög merkileg bók, mjög uppörvandi bók og bók sem að skorar mikið á okkur. Í dag þá ætlum ég eiginlega að tala dómarabókina í því samhengi sem hún sett fram. Það að segja, dómarabókin beint framhald af bókinni á undan. Og kannski líka útskýra hugtakið, þegar við heyrum orðið dómari í dag, þá hugsum við annarkvort dómara í íþróttaleik eða dómara í réttarsal. Þetta voru ekki dómarar sem voru skipar af neinum öðrum en Guði. Dómari í Biblíunni einhver sem að Guð kallar til að leysa fólk úr ánauð. Í rauninni myndum við segja kannski frelsari, miklu nær orðinu sem að þetta þýðir, dómari. Guð okkar dómari. Það þýðir ekki að hann sé alltaf að dæma okkur, heldur þegar við þurfum á að halda, þá stígur Guð inn í kringumstæður og gerir það sem gera þarf. Dómarabókin. Guð reisir upp einstaklinga sem leysir fólk úr fjötrum. Dómarabókin kemur beint á eftir Jósúa bók og Jósúa, hann var sá sem fylgdi á eftir Móse sem leiddi Ísraelsmenn út úr Egyptalandi og Jósúa var sá sem leiddi fólkið inn í fyrirheitna landið. Og þetta svolítið langt samhengi og ég ætla ekki að vera í 3 tíma alveg saga Gamla testamentisins öll. En Ísraelsmenn höfðu verið þrælar í Egyptalandi, þeir flúðu þangað undan hungursneið og voru fyrst bara þar í góðum metum, svo kemur ný ríkisstjórn sem að þekkti þau ekki, stóð ógna þeim og hneppti þau í ánauð til að hafa stjórnað þeim. Guð leiðir þau út eftir 400 ár og hann ætlar að gefa þeim annað land sem að við í dag þekkjum sem Ísrael við í botni Miðjarðarhafs, hét þá Kanansland og Guð ætlar að leiða þau þangað inn. Hann leiði gegnum eyðimörkina og þau eru röflandi allan tíman, fengu bara eitthvað kraftaverk að breiða himni og Guð bara opnaði eitthvað höf fyrir þeim og þetta var eitthvað, kannski ekki láta ykkur fá bát, þurftu að labba yfir Guð, þetta var allt svona, og stundum að mér alveg bara í alvöru tala fólk. Guð leið ykkur með eldsúlu á nóttunni og skýstólpa á daginn, gerir kraftaverk hægri vinstri og fólk bara eitthvað, þurfum að labba Guð. Get ekki sent okkur hesta, það var endalaust röfl, gerir ekki kraftaverk. Og svo komu þau fyrirheitnalandinu og Guð bara segir sendið njósnara og skoðið landið og sjáðu hvernig það og þau fara inn njósnararnir og þeir koma tilbaka og segja vá, þetta var allt eins og Guð hefði sagt, það var ávextir og allt flýtur í mjólk og hunangi og þetta var allt bara alveg eins og Guð hefði sagt. En það eru risar í landinu, það eru borgarmúrar, það eru hættur og þetta var allt eins og Guð hefði sagt en við viljum ekki fara. Það voru 12 sendir, 10 sögðu þetta. Svo voru 2 yngstu. Þeir sögðu Guð hefur sagt og þá förum við. En að því að 10 stóðu gegn og að því að fólki hlustaði á þessa 10, þá sagði Guð, ok, þá bara tekur næsta kynslóð við keflinu. Vegna þess að það sem Guð var að kalla þau til, það krafðist svo mikillar dirfsku að þau gátu ekki gert það af hálfum hug. Það var ekki hægt að senda þau af stað vitandi það að þau myndu bakka í miðri á. Reyna að skipta hest í miðri á eða hvaða myndlíkingu sem við notum til að segja þau gátu ekki farið inn af hálfum hug. Þannig að Guð segir þá þurfum við bara að ala upp nýja kynslóð sem tilbúin að gera þetta. Og þess vegna voru þau 40 ár í eyðimörkinni. Að bíða eftir því að nýja kynslóðin yrði nógu gömul og að eldri kynslóðin færi bara til Guðs á þess að fara inn í fyrirheitnalandið. Og meira segja Móse fékk ekki að ganga inn í fyrirheitnalandið, hann fékk bara að sjá það. Þannig að Jósúa, hann var einn af þessum ungum mönnum sem hafði trú og hann var leiðtoginn ásamt Kaleb sem tók svo fyrirheitnalandið. Og það lykilstund í Jósúa bók undir lok bókarinnar. Jósúa, hann búinn að vera þessi hetja, hann búinn að fara á undan, þeir búinn að taka land, þeir búinn að sjá Guð gera kraftaverk og þeir búið að vera streð og harka, en Guð búinn að gera stórkostlega hluti. Það mikið á sig lagt, en svo kemur náð Guðs og gerir eitthvað miklu meira við það. Og svo stendur Jósúa frammi fyrir þessari ungu kynslóð sem að fara að taka við og hann leggur þeim svolítið línurnar. Og mér finnst, þetta mjög spámanlega orð sem hann talar til þeirra. Þetta í Jósúa bók 24, vers 14 og 15. Og hann í rauninni svo segja þeim, þetta prinsipið sem að gekk hjá okkur. Þetta ástæðan fyrir því að við gátum tekið landið, að við gátum gengið fram í því sem Guð hafi kallað okkur til. Og hann segir við þetta unga fólk sem að taka við, óttist við Drottinn og þjónið honum af fullkominni trúmennsku. Kastið burt guðunum sem forfeður ykkar þjónuðu handan við Efrat og í Egyptalandi, en líki ykkur ekki að þjóna Drottni, kjósið þá í dag hverjum þið viljið þjóna.
Hvort heldur guðunum sem forfeður ykkar þjónuðu handan Efrat eða guðum Amóríta en í landi þeirra búið nú, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Og þetta svo sterkt að sjá þennan öldung sem búinn að fara á undan, maður með reynslu, maður sem hefur séð Guð starfa, draga þessa línu í sandinn. Ef þið ætlið að halda áfram, þá þurfið þið bara að velja. Þá þurfið þið að ákveða. Og það sem að gerðist var svo það að fólkið, það hugsaði með sér, þurfið þið þess? Er þetta ekki þessi dramatíst af gamla manninum? Er þetta ekki aðeins of hérna? Þurfum við eitthvað að taka svona harða afstöðu? Og það sem við sjáum í dómarbókinni ótrúlega merkilegt. Fólki í dómarbókinni hafnar aldrei Guði. Og dómarbókinni, þetta bara svona, hún bara versnar með hverjum kaflanum. Þetta öfugt við postulasöguna sem fagnandi vex alltaf og það meira sem gerist og þetta er svona bók sem endar alveg bara, já, sem ekki við dómarbókinn og það er bara eitthvað, næsta blaðsíða er bara verri en svo fyrsta og þetta er bara ennþá hræðilegra. Vegna þess, þau höfnuðu aldrei Guði, þau voru bara ekki tilbúin til að hafna neinu öðru fyrir Guð. Það var vandinn í dómarbókinni. Það var ekki það, þau lokuðu aldrei musturinu, þau kölluðu alltaf á Guð, þau voru í vandræðum, en þau voru ekki í vandræðum, aðeins að njóta þess sem var í kringu þau, skiljið. Getum við ekki bæði þjóna Guði og haft hitt svona með? Það var vandinn. Það var ekki alvarlegri en það. Það var ekki verra en það. Þau bara vildi ekki hafna neinu fyrir Guð. Þess vegna verður svo spámálið þegar Jósúa kallar þau saman og dregur línuna og segir veljiði hvað þið ætlið að gera og hvert þið ætlið að fara. Og munurinn kannski á kynslóð Jósúa og kynslóðin sem kom í kjölfarið var þessi næsta kynslóð, hún hafði einhverju að tapa. Kynslóð Jósúa, þau höfðu búið í tjöldum, þau höfðu hrakist til að milli hvergi átt heima, þau höfðu einhverju að tapa. Og þau fara inn í landið og þau taka landið, svo koma börnin þeirra og þau alast upp í húsi. Þau eiga garða, þau eiga akra, þau finna öryggi í heimaborg sinni. Þau eiga val að vera heima og njóta þess sem kynslóðin á undan vann sér inn fyrir þau eða halda verkinu áfram og taka meira land fyrir næstu kynslóð. Og við erum bara mannleg og fyrir flest okkar þá er þetta raunveruleg freisting. Hvers vegna á ég að fara að leggja mig í hættu, gera líf mitt erfitt ef ég get notið þess að vera heima og haft það gott? Og við flest erum bara þannig að það er, fyrir mig er það alveg freisting. Mér þætti það erfitt. Og þess vegna er þetta svo spámanlegt og svo sterkt sem Jósúa gerir. Og nú ætla ég að lesa svolítið langan kafla sem ég er búinn að stytta rosalega mikið í öðrum kafla dómarabókarinnar frá versi 7. Ég er búinn að stytta þetta mjög mikið. Og þetta svolítið summerar söguna í bókinni. Og fólkið þjónaði drottni meðan Jósúa var á lífi. Og meðan öldungar þeir sem lifðu Jósúa voru á lífi, þeir sem séð höfðu öll stórvirki drottnin sem hann vann fyrir Ísrael. Þá andaðist Jósúa Núnsson. Og öll sú kynslóð safnaðist líka til feðra sinna og framkom önnur kynslóð eftir hana sem hvorki þekkti drottin né þau verk hann hafði unnið fyrir Ísrael. Þá gerðu Ísraelsmenn það sem illt var í augum drottins. Þjónuðu Baölum og yfirgáfu drottin. Eltu aðra guði af guðum þjóða þeirra bjuggu umhverfis þá, féllu fram fyrir þeim og engdu drottin til reiði. Hann gaf þá á vald ránsmönnum sem rændu þá, hann seldi þá óvinum þeirra í hendur allt í kringum þá, svo að þeir fengu eigi framar staðist fyrir óvinum sínum. Hvert sem þeir fóru var hönd drottins gegn þeim til óhamingju, eins og drottin hafði sagt og eins og drottin hafði svarið þeim. Komist þeir þá í miklar nauðir. En drottin vakti upp dómara og þeir frelsuðu þá úr höndum þeirra sem rændu þá. En þeir hlýddu ekki heldur dómurum sínum, en tóku framhjá með öðrum guðum og fjallu fram fyrir þeim. Þeir viku brátt að vegi feðra sinna sem hlýtt höfðu boðum drottins og breyttu ekki eins og þeir. Þegar drottin vakti upp dómara handa þeim, þá var drottin með dómarunum og frelsaði þá úr höndum þeirra. En þegar dómarinn andaðist, breyttu þeirra nýju verr en feður þeirra með því að elta aðra guði. Þeir létu hvorki af þessum verkum sínum né þrjósku sinni. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ísrael og hann sagði: af því að þetta fólk hefur rofið sáttmálann og ekki hlýtt rödd minni, mun ég ekki framar stökkva burt undan því nokkru manni af þeim þjóðum sem Jósúa skildi eftir hann andaðist. Ég vil nota þær til að reyna Ísraelsmenn,
hvort þeir varveita veg drottins og ganga hann eins og feður þeirra gerðu eða ekki. Þess vegna lét drottinn þjóðir þessar vera kyrrar án þess að reka þær strax burt og hann gaf þær ekki á vald Jósúa. Það auðvelt að finnast dómarabókin erfið bók. Og það er svo mikilvægt líka við munum samhengið. Þetta ekki bara eitthvað random, já, Guð er reiður, þá er hann vonduð fólk. Þetta var fólk sem hafði ákveðin tilgang. Lýður Guðs hafði ákveðið verkefni að vera ljós fyrir aðra þjóðir. Þau áttu að hlýða Guði, fylgja lögum Guðs, skapa réttlátt og sanngjarnt samfélag, vera borg sem á fjalli stendur, sem aðrir gætu litið til og sé þá hver Guð er. En það sem þau gera er að þau, í staðin fyrir að vera ljós og salt, í staðin fyrir að hafa áhrif á umhverfið sitt, þá tókuðu upp ósiði hinna og gengu stundum lengra en hinnir, urðu verri oft á tíðum. Þannig að fólkið sem átti að vera vitnisburður Guð var eiginlega bara andstæðan. Þau eiginlega voru verri, það var eiginlega, þú varst siðspiltari að fylgja Guði en að fylgja honum ekki. Þess vegna höfðu það afleiðingar fyrir þau. Guð agar og tiftar þann sem hann elskar. Þau fengu ekki framgang að því að Guð var í rauninni, þau höfðu gert sáttmála við Guð og sáttmálinn var svona. Ef við fylgjum mér, þá er blessun, ef við óhlýnumst, þá kemur agi. Og þau vissu það og þau gengust undir það. Og þess vegna var, þannig að þetta er bara sáttmálinn í virkni. Og það sem gerist ítrykkað, þegar þau missa blessunina og þau finna mótbyrinn, hvað gera þau? Þá hrópa þau á Guð. Og þá reisir Guð upp dómara, en þau læra svo aldrei lektsjuna. Það er svolítið það sem dómarabókin fjallar um. Þetta er stöðug hnignun. Þetta er erfið bók að lesa allt þetta fólk sem var hræðilegu vitnisburður Guð, byrjaði smátt, það byrjaði ekkert hræðilegt, það byrjaði bara svona pínulítið. Svo versnaði það og svo versnaði það og svo verður það alveg hræðilegt. Og í staði fyrir að vera þetta ljós og salt, að þá urðu þau verri en umhverfið. Og það er svo mikilvægt að við munum alltaf samhengið. Samhengið er Jósúabók. Samhengið er forsagan þessi þegar að kynslóðin dró línu í sandinn og sagði við ætlum að fylgja Guði. Það var framgangur, það var meðbyr og þá gekk vel. En þegar að, vegna þau búin að ákveða, þegar ég mæti freistingum, þá ætlum ég að velja rétt. Þá ætlum ég að gera það sem Guð hefur sagt. Hin sem voru, ég ætla bara að sjá til. Það bara keyptu þau það sem þau langaði þá stundina eins og þeim leið. Og þá tókuðu þau oft rangar ákvarðanir. Við öll mætum freistingum og erfiðleikum. Og ef þú býrð á þessari jörð er ég kannski ekki að segja þér fréttir. Hafið þið upplifað það. Freistingar, erfiðleikar, it happens, segja sumir. Það er bara við eigum erfiða daga og ósanngjarnir hlutir eiga sér stað og við upplifum eitthvað sem að slæmt kemur fyrir gott fólk. Og við upplifum það með freistingar og erfiðleika, það þarf ekki að vera svo dramatískt, það þarf ekki að birtast lítill rauður kall hérna á öxlinni með heikafall að segja okkur að gera eitthvað rangt. Það þarf ekki eitthvað svona andlegt til. Okkar synduga spillta eðli sér okkur fyrir alveg nóga verkefnum með að díla við freistingar. Er það rétt? Er ég svo eini kannski? Ég þið öll hérna dýrlingar og ég er bara eitthvað, opinbera sjálfa mig, úps. Fara á vinna.is á morgun, finnum við eitthvað annað að gera. Okkar synd og eðli tryggir það, við mætum freistingum. Sama hvað við gengið lengi með Guði, sama hvað við höfum upplifað mikið með Guði, við mætum freistingum og við þurfum alltaf að halda vök okkar. Þess vegna er svo mikilvægt að við drögum línur í sandinn. Að við segjum, hér eru mörk sem ég fer ekki yfir. Þegar ég mæti þessu, þá ætla ég að gera þetta svona og ég ætla að fylgja því þannig eftir. Við munum gera mistök, við munum bregðast, við munum gera rangt. Þá er svo mikilvægt að vera ákveða. Þegar ég gerir rangt, þá ætla ég ekki að fela það, ég ætla ekki að hilma yfir það, ég ætla ekki að réttlæta það, ég ætla að játa það og ég ætla að iðrast. Það er rosalega mikilvægt. Svona reglur, prinsip sem við setjum okkur, markmið sem við setjum okkur. Nýja testamenti talar rosalega opinskátt að það að vera kristinn sé ekki alltaf auðvelt. Og það er vers sem að ég veit ekki, þetta er ekki vers sem að margir láta húðflúr á sig allavega, en áhugavert vers, og þetta er ekki vers kannski, maður getur keypt svona bækur með uppbörundu orð fyrir hverjum degi, þetta er örugglega ekki svoleiðis bók, og ef þú farið svona kristilegt dagatal með biblíuversum, ég er ekki viss, þetta er ekki træðilegt vers. Fyrir Tímóteusarbréf 3:12, og það kemur svona að byrja á orðinu enda, auðvitað, svo sjálfsagt. Enda verða allir ofsóttir sem vilja lifa guðrækilega í Kristi Jesú. Fyrir heiti Guðs, krakkar, fyrir heiti Guðs. Við verðum ofsótt. Það þarf ekki að vera með ofbeldi, það
Það þarf ekki að vera með einhverju hræðulegum sem við sjáum í fréttunum. Það bara það, maður upplifir það bara. Ef þú vilt lifa kristilegu lífi, ef þú vilt bara fylgja Jesú og stundum þá gera eitthvað sem fólki finnst leiðilegt, þá bara mætir við leiðilegu attitúti. Ég veit fólk sem hefur mist vinnuna fyrir að vera kristi. Það kannski ekki rekið út af því, en það skapast einhver óvild. Það fólk sem bara í erjum við nágrunn sína á sem hafa gert neitt. Nágrunn bara illa við það, að það kristið. Og það bara, ef þú ert kristinn, bara búðu þig undir það. Þú munt upplifa mótbyr. Þú munt upplifa það að fólki illa við þig og stundum, og þetta svolítið ef þú ert í dag og þú ert ekki kristinn og þú hugsa með þér, þetta ekki pínu dramatískt? Þetta ekki bara eitthvað sem fólk ímynda sér? Og maður alveg upplifa það að einhver heldur bara þessi maður hata mig, hann svo dónlegur við mig. Bara nei, hann bara dónlegur við alla. Þetta ekki persónulegt. Kannski þetta bara erfitt fyrir alla, að þetta ekki að þið út kristinn. Þetta er svolítið svona, maður áttar sig ekki á sig fyrir maður hefur bara upplifað það. Og það kemur mér ennþá reglulega óvart. Maður fær svona furðulega framkomu eða furðulegt eitthvað svona, fólk spinnir á móti og stundum bara maður dílar við hið opinbera eitthvað svona, það kemur eitthvað svona furðulegt og þetta svo órökrétt og maður reyna að finna eitthvað rökrétta ástæðu. Af hverju þetta? Svo bara endur á þessu, það bara því þú ert kristinn. Það bara því að þú táknar eitthvað í hugum þessa fólks sem þið líkar ekki við og það bara má vera vondur við kristna. Það kristna fólk með þetta svokallaða samviskufrelsi. Nei, djók. Mér svo fyndi ég að bara svokölluðu mannréttindi, skiljiði. Hvað aðeins úr liði? Djók, ég ekki að vera að tala um það í dag, en ég hélt bara alltaf að samviskufrelsi var eitthvað sem allir verið sammála um. Það ekki alltaf að tala um samviskufanga. Blaðamenn sem eru fangelsaðir fyrir skoðanir sínar, eru ekki sammála um það sé slæmt. Jú, af hverju? Að við trúum á samviskufrelsi, einmitt. Ég veit það ekki. Mér finnst þú umræða að vera svolítið villigötum. En þú getur lent í bara að vera ofsóttur fyrir trúðina, fyrir prinsipið þín. Og það er annað sem Nýja testamentið tala mikið um. Og það er orðið þolgæði. Í dag notum við miklu meira orðið úthald sem merkir eiginlega sama, en þú getur haft úthald með rosalega slæmt viðmót. Verið pirraður, verið reiður og verið að sýna alls konar reiði en þú heldur út. Þolgæði er að halda út með góðu viðmóti. Halda út án þess að fara að vera pirraður og reiður, halda út með karakter. Að vera þolinmóður í þjáningum, að reiðast ekki, bregðast ekki við í holdinu. Þolgæði, úthald með karakter. Jesús notaði þetta orð kannski ekki, en hann talar um það á nokkrum stöðum. Og ég svolítið að tengja þetta við dómarbókina að því að alveg eins og þau mættu freistingum. Alveg eins og þau mættu því að þurfa að velja hvað ætla ég að gera. Það skipti máli fyrir þau að vera búin að draga línuna í sandinn. Það skipti máli fyrir þau að vera búin að einsetja sér svona ætla ég að gera þetta. Þangað ætla ég að fara og ég ætla að halda það út. Þau þurftu þolgæði. Það er auðvelt kannski fyrstu vikuna, fyrsta mánuðinn, kannski fyrsta árið, eftir 15 ár. Þá er verulega að fara að reyna á þolgæði. Jesús segir í Mattheus 24, það sem er að tala um, hann er að tala fram í tíman og þetta er tími sem að margir trúa við lifum á. Hann segir vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna en sá sem staðfastur er allt til enda mun verða hólpinn. Að vera staðfastur allt til enda. Umhverfið mun verða svo spillt og verða svo erfitt. Lögleysið magnast, ég heyrði bara á BBC daginn, útvarpinu, það var verið að tala um könnun sem var gerð svona þvert á lönd, mörg lönd, og þau voru að tala um, þetta er svo skrítið, samkennd er á undanhaldi. Fólk finnur ekki til samkenndar og þau voru að undrast á þessu og þau voru svona, þetta það kom bara upp til mín. Kærleikur fólks mun kólna. Lögleysið magnast, bara ég gerir bara það sem ég vil, ég bara, eins og undirskriftin hérna sem að mér finnst svo góð, og kemur fram 2 sinnum í lok dómarabókarinnar og áherslan, þetta var meinið í kynslóðinni, hver og einn gerði það sem rétt var í hans augum. Mér er alveg saman hvað þú segir, ég ætla bara að gera sem ég vil. Já, það getur vel verið að Guð hafi sagt þetta einhvern tímann, en hann var bara að meina þá í einhver öðru samhengi. Ég ætla bara að gera það sem ég vil. Lögleysið magnast og þá kólnar kærleikurinn. Það snýst bara um mig. Þú verður bara að sjá um þig. Og það verður þannig að það mun reyna á staðfestu. Við þurfum að vera staðföst til að hrífast ekki með. Og svo er sterk áskorun í Lúkasarguðspjalli 14. kafla, þar sem Jesús er að tala, og nú vil ég minna ykkur á það að ég skrif ekki póstinn, ég ber hann bara út. Og nú er útla að finna, ég benda okkur að segja nafnið hans, og þú, nei, djók.
Jesús að tala við okkur öll og þegar maður les svona vers, það er svo mikilvægt, ég veit ekki hvernig fólk upplifa það, fyrir eftir því kannski áttu annan kirkjubakgrunn, kannski verið aldrei komið í kirkju og þú býst við að í kirkjum sé fólk skammað og pískað og eitthvað svona. Það er alls ekki þannig sem þetta er lesið. Ég les þetta sem, ég er líka, við hérna inni, við erum öll lærisveinar Jesú Krists. Ég er líka lærisveinn Jesú Krists og ég er að lesa þetta sem annar lærisveinn, orð tölu til mín, áskorun til mín sem að ég les þessi vers og þetta er svona pínu bara, ég þarf aðeins að setjast niður og bara, ok, Guð, hjálpaðu mér með þetta. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Hver yðar sest ekki fyrst við ef hann ætlar að reisa turn og reiknar kostnaðinn, hvort hann eigi nóg til að ljúka verkinu. Ella má svo fara að hann leggi undirstöðu en fái ekki lokið við og allir sem það sjá taki að spotta hann og segja, þessi maður fór að byggja en gat ekki lokið. Þannig getur enginn yðar verið lærisveinn minn nema hann segir skilið við allt sem hann á. Saltið er gott en ef saltið sjálft dofnar, með hverju á þá að krydda það. Hvorki er það hæft á tún né taðhaug, því er fleygt, hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Nákvæmlega sem gerist í dómarabókinni, saltið misti seltuna. Ljósið hætti að vera ljós. Það var ekkert bragð lengur af þeim sem áttu að vera Guðs fólk. Og þetta er rosaleg áskorun sem Jesús kemur með. Rosaleg áskorun. Og við flest, félagi minn sem að ólst upp í Svíþjóð, það er sænska hvítasunarhreyfingin sem að stofnaði þessa kirkju og mikil trúboðshreyfing. Hann sagði við frá því að hann var trúabræðafræði í skólanum og það var verið að fjalla gyðingdóm. Og það er þannig að þú vilt gerast gyðingur í dag að þá reyna allir í samfélaginu, í sínagógunni eða söfnunni svo gangi, þeir reyna hvað þeir geta að telja þér hughvarf. Ertu viss að þú viljir það? Þú mátt aldrei aftur borða beikon. Bara, þú mátt ekki vinna á laugardögum. Ertu viss að þú viljir það? Þú þarft að safna krullum, vissu það? Veistu hvað það er skrítið að ganga út af? Bara ertu viss? Ég held þú hafir þetta ekki í þér. Ég held þú getur þetta ekki. Bara ekki reyna þetta. Þú reyna að telja þér hughvarf. Allt sem þau geta. Þannig að ef þú ferð inn og ef þú gerir þetta, þá getur ekki kennt einum öðrum þú mætir erfiðleikum. Þau reyna að telja þér hughvarf. Svo fór kennarinn að hlæja og sagði, þetta er einmitt öfugt við hvítasunnumenn. Þeir gera hvað sem er bara að skrifa nafnið þitt. Bara til að safna fleirum og svo hlóun, sko. Og hann hugsaði með sig, já, er þetta satt? Eru við stundum að bjóða fólki, komdu bara til Guðs. Og þá bara þess, hvað vantar þig? Guð mun gefa þér það. Það verður æði. Svo ferðu bara til himna. Hérna bara að selja þér eitthvað á einhverju stórkostleg tilboð. Þegar Jesús var með mjög marga lærisveina, þetta var undanfarið þessa kafla, þá var mannfjöldi af fylgjunum og Jesús var svona, ok, eru þau örugglega á réttum forsendum? Og svo segir þau þetta, hver sem vill fylgja mér? Og það var bara margir sem fóru bara að labba heim. Þeir bara, já, ok, nei takk. Hann má alveg lækna og gera kraftaverk og það er gaman, en á ég að fara að gera eitthvað? Nei, og það var bara allt í lagi. Það er bara allt í góða lagi. Að fylgja Jesú Kristi er það besta sem hún gerir í lífinu. Að fylgja Jesú Kristi er svo frábært að það gerir lífið þess virði að lifa því og stundum er sagt, þetta er svo mikið, er eitthvað sem þú trúir svo mikið á, þú er tilbúin að deyja fyrir það. Veistu það, ég trúi svo mikið á Jesú Krist að ég er tilbúin að lifa fyrir hann. Að deyja, að keyra sig upp í manju, keyra sig upp í eitthvað brjálæði og gera skyndaákvörðun, getur hver sem er gert það. Ekkert mál. Að lifa fyrir hann á hverjum degi. Veistu það, ég trúi svo mikið á hann, ég er til í að lifa fyrir hann. Að deyja fyrir hann, ekkert mál. Að lifa fyrir Jesú Krist. Það besta sem ég á í lífinu er Jesús Kristur. Og það besta sem nokkur maður getur eignast er Jesús Kristur. Skiptir ekki máli hvort þú átt mikinn pening eða engan pening. Skiptir ekki máli hvort þú er mikla tapa eða enga tapa. Það besta sem þú gerir er að velja Jesú Krist og fylgja honum. Það sem Jesús biður að gera, það er að snúa þig við og brenna brýrnar og fara alla leið. Því að Jesús segir, það er svo sorglegt ef þú byrjar, þú byrjar og hrasar. Ef þú byrjar og bakka svo í miðri á. Það er svo sorglegt. Og það er svo mikill harmleikur að segja, það er betra að setjast niður og hugsa málið. Er ég tilbúin að fara alla leið? Er ég tilbúin að fylgja Jesú á hverjum degi? Er ég tilbúin að breyta lífið mínu svo mikið að ég lifi því á öðrum forsendum? Jesús varar okkur við. Ekki gera svo í dómarabókinni. Ekki velja Guð en hafa opið fyrir allt annað. Ekki velja Jesú
en ætla að hafa allt annað með líka. Ef þú velur Jesú, þá það einkvænis hjónaband. Jesús ekki opinn fyrir því að bjóða öðrum inn í svefnherbergi. Hann ekki opinn fyrir því að hafa fleiri guði með. Ef þú velur Jesú, þá skaltu velja Jesú. Og þetta áminning fyrir mig, þetta áminning fyrir okkur öll sem erum kristinn, og ef þú vilt gerast kristinn, gerðu það þá í alvörunni. Farðu alla leið. Ekki hringla með það. Ég myndi aldrei segja þér að prófa Jesú. Þetta bara, gerðu það. Þetta eins og Jóta segir, there is no try, only do. Í Star Wars. Það voru tveir sem alveg bara, Jóta var að predika í Fíladelfíu. Vitið, hann var að segja Luke Skywalker að gera eitthvað, þá segja, já, ég mun reyna. Hann bara, það ekkert reyna. Þú bara gerir það eða þú gerir það ekki. Það þannig með Jesú. Þú prófar ekki Jesú. Þú gerir þetta eða þú gerir þetta ekki. Jesús prófaði ekki að fara á krossinn. Hann prófaði ekki að gefa líf sitt okkar vegna. Hann prófaði ekki að yfirgefa hásætið sitt á himnum, eilífur Guð að gerast mannlegur maður í tíma og rúmi og lifa heilt líf á jörðinni og gefa það svo fyrir synduga menn sem flestir myndu aldrei fylgja honum. Hann prófaði það ekki. Hann var all in á góðri íslensku. Hann brendi brýrnar að baki sér og hann fór alla leið. Og hann segir, ef þú vilt koma með, komdu þá með. Komdu með í alvörunni og þú munt eignast dásamlegt líf. Líf sem þess virði að lifa fyrir hann á hverjum degi. Ef þú vilt byrja það líf, þá getur þú byrjað það hér og nú og ekki fara út úr þessu húsi fyrir þú búin að velja Jesú Krist. Það fólk hérna inni sem hann biður með þér í fyrirbænina eftir, komdu og fáðu okkur til að biðja með þér og það verður okkur ánægja og gleði. Þeir sem eru hér í dag og hafa þegar valið að fylgja Jesú, við erum svolítið eins og fólki í dómarabókinni. Við lifum á starfi annara. Aðrir hafa farið á undan og hafa gefið allt og við njótum ávaxta þeirra. Og við stöndum frammi fyrir þeirri freistingu að vera heima og njóta þess sem aðrir hafa aflað. En áskorun þessi, veldu að þjóna Guði og það ekkert stopp í Guðsríkinu. Við förum lengra, við höldum áfram, við byggjum meira, við sækjum fleiri. Guðsríkið í vexti, Guðsríkið fer fram. Og það ekkert að sitja heima í þægindum þá. Allir með. Allir sem vettlingi geta valdið. Veldu í dag hverjum þú ætlar að þjóna og veldu Guð. Það hörð áskorun og þetta alvarleg áskorun og Guð, hann kallar á þetta val. En svo stendur hann hliðilínu og hann hrópar, veldu lífið, veldu blessunina, veldu það góða, veldu að ganga fram í sigri og veldu meðbyr minn. Þegar við lesum dómarabókina, ef við horfum bara á fólkið, það auðvelt að missa móðinn. Maður sér bara, þetta verður bara verra og verra. Og þá dómarabókin niðurdrefandi bók. En ef við horfum á Guð, þá þetta ótrúlega uppörandi bók. Vegna þess að það var sama hvað fólki fór langt út af, þegar þau sneru sér til Guðs, þá svaraði hann alltaf. Hann svaraði alltaf. Og hann reisti upp dómara og hann frelsaði þau. Dómararnir voru afsprengi sinna kynslóðar, þeir voru meingallaðir og þeir versnu eftir því sem á leið og það áminning fyrir okkur. Ef að við sem kynslóð erum spilt, getum við ekki ætlast til þess að fá óspillta leiðtoga. Ef við leifum okkur eitt og annað, þá getum við ekki ætlast til þess að næsta kynslóð leiði af sér prinsip leiðtoga. Við svolítið fáum það sem við erum. Guð reist upp dómara þeir voru afsprengi sinna kynslóðar og þeir voru með marga bresti og við heyrum það næstu 2 sunnudagana. Heyrum dómara sem Guð reist upp og Guð gaf þeim gjafir, Guð gaf þeim kraft og Guð starfaði gegnum þá, þrátt fyrir brestir. Og ég kannski pínu klikkaður, en mér finnst það ótrúlega uppörandi. Hvað Guð gerir með meingallað fólk. Og kannski ég með svona lélegt sjálfsörði, ég var bara, vá, Guð getur notað mig, Guð getur notað okkur. Guð gerir kraftaverk með meingölluðu fólki, vitandi það að þau myndu samt bregðast honum. Þau báðu til mín, ég mun svara, ég mun heyra. Guð brennur af elsku og kærleika til fólks og hann þráir að starfa og hann mun nota okkur þó við séum brotin, þó við séum ekki fullkomin, þá mun Guð nota okkur. Og þannig dómarabókin ótrúlega uppörvandi og spennandi bók. Guð vill starfa okkar tímum. Guð vill starfa með okkur óháð því. Við þurfum ekki að vera nógu góð, við erum aldrei nógu góð. Guð notar brotið og ófullkomið fólk. Áskorunin í dag, og þetta áskorunin, ég get sagt ykkur, ég búin að vera að hugsa það í margar vikur og mér finnst þetta að vera bara virkileg áskorun.
Ertu tilbúin að draga línu í sandinn? Ertu tilbúin að draga línuna eins og Jósúa, veldu í dag? Og Jósúa sagði, ég og mínir ættmenn, við munum þjóna drottni. Ég og mitt hús, ég hef valið fyrir mig. Það völdu það ekki allir samtímamenn hans. Jósúa og Kaleb voru yngstu mennirnir þegar þau sendu njósnarana inn í landið. Eldri mennirnir, reynsluboltarnir, fólki sem þeir kannski litu upp til, kannski menn sem höfðu verið leiðtogar eða fyrirmyndir í lífið þeirra. Þeir völdu að bregðast. Ég og mínir ættmenn ætlum að þjóna Guði. Ekki hugsa hvað nágranninn ætlar að gera. Ekki hugsa hvað einhver annar í kirkjunni ætlar að gera. Ekki hugsa einhvern sem brástir og hvað hann gerði. Ég og mínir ættmenn ætlum að þjóna Guði. Við ætlum að fara alla leið. Við ætlum að draga línu í sandinn. Og það sem að mér finnst það líka áskorun í dag, og mér finnst í þessu samhengi, Jósúa var alveg óhræddur við að segja ég og mínir ættmenn. Það sagði ekki bara ég. Á mínu heimili verður Guð heiðraður sem Guð. Og það er hvatning til þín sem ferð fyrir heimili. Ef þú ert foreldri og ert hér í dag, veldu að heimili þitt sé kristið heimili. Ég er ekki að tala að þú eru að vera harðstjóri, ég er ekki að tala að þú eru að bara börnin þín vera þrælar eða aðrir, ég er ekki að tala það. Bara veldu það á þessu heimili, við borðum þegar við erum búin að þakka Guði fyrir matinn. Það er ekki að vera klukkutíma bæn, get kent ykkur borðbönna heima hjá mér, hún er rosalega flókin. Elsku Jesús, takk fyrir matinn, í Jesú nafni, amen. Ekki flókið. Börn mín læra þetta áður en þau kunna segja heila setningar. En við byrjum matinn á því að þakka Guði. Á jólunum þá byrjum við ekki að borða matið og opna pakka fyrir við lesum Guðs orð, byrjum þakkarbæn, takk fyrir að senda okkur Jesú Krist. Við byrjum borðbæn þó það komi gestir í heimsókn. Ég get sagt ykkur það að sama hvað þú predikar mikið við börnunum þínum. Ef börnin þín sjá þig ekki fela trúðina fyrir vinum þínum, það er sterkasta predikun sem þú getur predikað. Að þú biður borðbæn líka þegar koma gestir. Líka þegar vinir þínir er í heimsókn. Ef börnin þín sjá þig standa á prinsipum, þú brýtur ekki lögin þó svo að það væri hagkvæmast fyrir þig. Þú smyglar ekki gegnum tollinn. Svíkjum ekki undan skatti. Borgum ekki svart. Þetta er predikun sem börnin okkar heyra. Annars heyra þau bara, ég þjóna Guði þegar það henta mér. Annars heyra þau bara að þjóna Guði, það er í og með, en þegar eitthvað skiptir máli, þá förum við aðra leið. Það virkar ekki alltaf, það sem við erum að segja. Ég og mínir ættmenn þjónum Guði. Drögum línu í sandinn. Og veistu það, ég get sagt ykkur, þetta skiptir miklu máli. Og þetta er miklu áhrifaríkara heldur nokkur predikun sem ég get predikað, eitthvað ritól sem við förum í gegnum. Á mínu heimili, á þessu heimili, þjónum við Guði. Og ég er ekki að segja það eins og segja, við tökum ekki valdið af börnunum, við erum ekki að þvinga einhverju onni í börnin, við neyðum þið ekki, en bara að það sjáist. Lestu, ég er ekki að segja þú þurfa að hafa sem sýningu fyrir börnin, en lifðu þannig að börnin sjáu þig lesa Biblíuna. Lifðu þannig að þau heyri þig biðja til Guðs. Ef það er mikilvæg ákvörðun, haldið þá bænastund. Á þessu heimili þjónum við Guði. Og þetta er líka áminning fyrir mig, ég hef bara hugsað með mér, er allt líf mitt þannig að ég heiðra Guði í öllu sem ég geri? Bið ég áður en tek allar ákvarðanir? Og ég finn það bara, mér finnst þetta uppörvandi áskorun. Erill lífsins er þannig, línurnar óskýrast í gegnum lífið. Það er bara þannig. Við erum ekki alltaf að hugsa út í gegn allt sem við gerum. Þetta aðeins óskýrist og við þurfum reglulega að svona herða á. Þetta er svo fólk sem á bjálkahús þá þarf reglulega að herða á einhverjum boltum svo þetta liðist ekki sundur. Ég er ekki sérfræðingur í þessu, þetta var ekki alveg rétt eins og ég sagði frá þessu, fyrirgefðu mér. En við hvað við. Það þarf svona að herða á. Ef þú ert reiðhjól þá þarf svona að herða á keðjunni eða skipta keðju eða eitthvað. Alveg eins með líf okkar. Við þurfum að staldra við og bara skoða. Kannski er eitthvað sem Guð var að banka á þig í dag. Lína sem þarf að skýra í sandinum. Það er aldrei of seint að snúa við. Það er aldrei of seint að gera bragabót á. Ekki fara út henni í dag fyrir þú búin að draga línu í sandinum. Kannski viltu koma fram til fyrirbænar, kannski viltu bara ákveða sætuninu, biðja til Guð og segja Guð, þetta sem ég er með í lífi mínu, sem ég finn að er málamiðlun, þetta sem ég finn að er eyðilegur vitnisburður minn. Ég ákveði í dag að þetta fer út. Ég ákveði í dag að breyta þessu. Eða eitthvað sem þú hefur vanrækt, eitthvað sem þú hefur ekki gert. Guð, ég ákveð í dag. Eins og kynslóð Jósúa og eins og kynslóðir dómarana
þá eigum við stóran og mikinn Guð. Og við eigum stór og mikil fyrirheiti. Og hvatningin er þessi, veljum í dag hverjum við þjónum og göngum inn í fyrirheitin. Ekki missa af blessunum, ekki missa af krafti Guðs og því sem hann vill gera. Það er ákallið, komiði inn í fyrirheitinlandið, gangiði út af það sem Guð vill gera. Dragið línuna í sandinn. Verum heil, verum heilshugar. Og það var saga sem ég heyrði, það voru menn sem voru sendir í ákveðið svona mission, þeir voru ekki margir og þetta var ekki eitthvað sem að leit vel út. Þeir komu á staðinn, komu langt að og það fyrsta sem þeir gerðu eftir að náðu landi var að snúa sér við og brenna skipið sín. Við ætlum alla leið. Við ætlum að gera þetta. Og það er hvatningin og þannig byrjuðum við þessa seríu með dómarabókina. Við skulum vera kynslóð sem að tekur land. Við skulum vera kynslóð sem sér Guð starfa í krafti. Skulum biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að þú ert góður Guð. Ég þakka þér fyrir það að þú ert Guð sem að gefur fyrirheiti og þú stendur við fyrirheiti þín, drottinn minn. Og ég þakka þér fyrir að fyrirheiti þín við okkur eru mörg og þau eru mikil og þú þráir að gera dásamlega hluti á Íslandi í dag. Og ég bið þig fyrir okkur, drottinn, viltu hjálpa okkur að draga línu í sandinn og velja að fylgja þér. Að velja, drottinn, að heiðra þig með líf okkar sem kirkja, sem einstaklingar og sem heimili, drottinn minn. Og ég bið þig, faðir minn, fyrir mér og öllum áheyrendum mínum. Drottinn, það sem er í líf okkar, ef það er eitthvað í líf okkar, drottinn, sem við þurfum að ýta í burtu til að fylgja þér heilsugar. Viltu sýna okkur það og gefa okkur náð til þess, drottinn, að gera það. Að velja þig, að fylgja þér, drottinn. Og ég bið þig það, Jesús, að við mættum vera kynslóð sem tekur fyrirheiti þín og gengur út á þau heilsugar. Mættum við vera kynslóð sem tekur mikið land fyrir Guðs ríkið. Sér marga eignast Jesú Krist af frelsara sínum og sér kirkju þína ekki bara predika þig í orði, heldur í verki. Að við séum kirkja sem lifir fagnaðarerindinu, sem lýsir því sama hvar við komum. Og mætti það vera eins og í postulasögunni að drottinn bætti daglega í hópinn þeim er frelsaslétu. Í Jesú nafni biðjum við. Amen og amen. Amen. Og nú kemur lofgjörahópurinn hérna upp og ef þú ert hér í dag og þú vilt fá fyrirbæn, hvort það er út af þessari í tengslu eitthvað sem er predikað eða hvað sem er, þá eru fyrirbiðendur hérna inn í hlíðarsalnum og leið og við byrjum að spila og leið og lofgjörinn byrjar að þá er frjálst að koma fram og fá fyrirbæn. Svo hittist við hérna niðri í samfélaginu, hérna niðri í kaffisal og ef þú ert gestur og ert tilbúin í það, endilega komdu niður á upplýsingaborð og fyllt út spjald svo við getum náð kontakt við þig. Amen. Við skulum rísa á fætur og að syngja lítinn kór sem heitir Ég vil bara lofa þig. Og það er svo sem ekkert bara. Það er megin tilgangur þegar við komum saman, megin tilgangur lífsins, hvar sem við erum og hvað sem við erum að takast á við, hversu hversdagslegt eða stórfenglegt sem það er, það var allt okkar líf. Við erum kölluð til þess að vera erindrekar Krists og við lofum Guð á svo margvíslegan hátt. Við skulum lyfta upp nafni hans hér í lok þessara stundar með þessum yndislega litla kór, Ég vil bara lofa þig. Lofa þig,
min kærleik ég gefa til þér. Ég vil lofa þig minn Guð. Drottinn, ég bara lofa þig í dag fyrir allt sem að þú hefur gefið, allt sem að þú hefur lagt inn í þennan dag og þessa nýju viku. Og ég bið Drottinn fyrir okkur einu og sér hverju, Drottinn, að þú leiðir, að þú gefur okkur visku og styrk fyrir hvern nýjan dag, Drottinn. Að við mögum vera minnu þess að það er þú sem að opnaði þennan dag áður en hann var orðinn til. Það er þú sem að lagðir inn í þennan dag það sem að þú vissir að við þyrftum á að halda. Og nú bið ég Drottinn, gefðu augu okkar með að vera opin fyrir öllum þínum gæðum, fyrir allir þinni blessun, fyrir þinni náð og fyrir nærveru þinni, Drottinn. Þess bið ég í Jesú nafni. Amen. Amen. Takk fyrir samveruna í dag og við hér uppi og við höldum áfram hérna niður í neðri sal. Guð blessi ykkur. Það er komið að lokum samkomunar í Fíladelfíu í dag. Boðskapurinn var beittur, fylgdu Jesú alla leið og láttu muna þig. Þú nærð árangri á þeim stað sem þú verð tíma þínum. Þannig að ef þú vilt ná árangri í Guðsríkinu, ef þú vilt ná árangri í trúarlífinu þínu, ef þú vilt bara ná árangri almennt, fylgdu Jesú af öllu hjarta. Gefðu honum tíma á hverjum degi og þú þarft að ákveða fyrirfram að ætla að taka frá tíma fyrir hann. Þetta er svolítið svona eins og með íþróttirnar. Ef þú ætlar að hreyfa þig og hefur bara fögur fyrirheit en ferð aldrei af stað og ákveður aldrei fyrirfram hvernig þú ætlar að haga þessu, þá er mjög hætt við því að það verði ekkert úr hlutunum. Þannig að ákveðu hvenær dagsins þú ætlar að eiga þína bænastund, hvernig þú ætlar að fylgja Guði, þú ætlar að fara í kirkju á hverjum sunnudegi. Leyfðu Guði að leiða þig alla leið og mér langar til þess að biðja fyrir þér örstutt. Drottinn, ég þakka þér fyrir að það er þinn vilji að við fylgjum þér alla leið. Það er þinn vilji að við stöndumst þær freistingar sem verða á vegi okkar og ég bið fyrir þeim sem eru að horfa á þessa útsendingu eða hlusta á hana og ég bið Jesús að þú sjálfur talir til þeirra, gefir þeim löngun, kraft og styrk til að fylgja þér alla leið. Gefðu þeim úthald, gefðu þeim þolgæði og verði þinn vilji í lífi okkar allra. Í Jesú nafni. Amen. Næsta sunnudag klukkan 11 sendum við út á philadelphia.is, á lindin.is og á lindinni á FM bara í gegnum útvarpstækin. Ef þú mögulega kemst í kirkjuna, vertu velkomin því að það er ekkert sem toppar það að vera innanum fullt af fólki sem á sömu trú og lofar Guð af öllu hjarta. En nú ætla ég að hætta málæðinu í bili. Ég vona að Guð gefi þér góðan dag. Ef þú fylgir honum þá verður þetta góður dagur. Kveðjum frá Fíladelfíu í bili. Bless.